Gengum svo léttir í lundu. Á blaðsíðu 491 í íslenskri orðabók orðskýring á nafninu kerling. Þar segir að kerling sé svalur kvenmaður og dugnaðarkvendi og þá svo sannarlega við 3 konur dugnaðarkvendi sem við ætlum að tala við, Hallberu, Guðbjörgu og hana Halldóru, sem eru með kerlingagöngur á Akranesi. Stelpur, dugnaðarkvendi, ég held að mér sé óhætt að fullyrða það að þið eru dugnaðarkvendi. Sögugöngur, þið byrjið með þetta verkefni fyrir einhverjum árum, 2015 eða ekki, ef það fyrsta gangan. Hvernig þetta verkefni til komið? Já, tilefni var að við sáum að það var auglýst eftir styrk í tilefni 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna og það var Alþingi sem auglýst eftir umsóknum og við sóttum bara styrk og fengum og við myndumst sem sé í okkar göngu bara merkra kvenna hérna á Akranesi. Þið, segiru, það eru þið 3. Hvernig þekkist þið? Já, bókasafni sóttum hennar styrk að það var náttúrulega ekki hægt að framkvæma svona verkefni nema að hafa öfluga konur með. Kerlingar. Og þá leitaði ég til þeirra í Skagaleikflokknum og þar með hófst samstarfið. Við sáum eiginlega sko að ef við nefndum þessi nöfn við, ég skulum segja yngra fólk og jafnaldur okkar, Svava Þorleifsdóttir, veitu hvaða kerling var það? Já. Þannig að það svona var eiginlega spurningi sem við vorum að reyna að svara. Nafnið kerlingar, hvernig kom það til? Já, það kannski byrjaði í þessari fyrstu auglýsingu. Það var eiginlega framhaldi að hvaða kerlingar þetta sem þið ætla að fara að segja frá og síðan hefur þetta bara loðað við okkur. Við köllum okkur bara kerlingar. Fyrst ætlum við kannski að halda okkur dálítið við konur, að halda á lofti sögu kvenna, en svo bara verðum alltaf að finna eitthvað nýtt og nýtt. Þannig að þetta hefur svona kannski fyrst og fremst helgast bara af sögu, að finna skemmtilega sögur. Og sem því það að sumir náttúrulega móðgast að því að sumir sleppt sem ætti kannski að vera með. Og þessi heimildavinna, hún svo skemmtileg. Þið ekki sammála því sterkur? Jú. Á hverju ári eftir þetta, 2015, að þá fórum við strax að hugsa, hvað gerum við næst? Og alltaf finna upp á 9 og 9 og þetta búið að vera mjög fjölbreytt. En það mikil vinna sem að við leggjum í heimildavinnu, heimildaöflun og við 3 höfum skrifað textan. Já, í fyrstu göngunni reyndar voru við með fleiri konur. Já, það var Auður Sigurðardóttir með okkur. Hún skrifaði líka texta þá. Hún hirðskáld hópsins. Og talandi hana Auði, hún nefnilega hirðskáld. Hún hefur alltaf gert vísur fyrir okkur. Hvernig maður að fá að heyra fyrstu vísuna? Það gangan byrjar eiginlega á því. Auður, hún svo hagmælt og fljót, hristir fram vísur. Það byrjaði bara á svona einni stöku. Svo vatt þetta upp á sig og það núna að þá hefum við til dæmis alla göngur á söng og þá bara komin bálkur frá hirðskáldinu. En hér nú ein vísan. Mættar eru kátar kettlingar sem komnar í göngu stellingar. Á eftir þeim skal arka af stað því eitthvað settu þær á blað. Sem holt oss að heyra, hlustum nú á meira. Hvernig viðtökur hafið þið fengið? Við höfum fengið mjög góðar viðtökur, alveg ótrúlegar og það náttúrulega hefur svona elt okkur í að halda áfram. Það hvað okkur hefur verið vel tekið. Og við höfum alltaf verið með göngu á ískundögum og svo endurtekið hana á vökudögum. Og það alltaf svona skemmtilega þessi tilfinning þegar fyrst þegar vorum að byrja. Guð, það kemur enginn, við verðum bara 3, við náttúrulega, það má náttúrulega ekki gleyma stelpur, við fáum alltaf fleiri konur til liðs við okkur til að lesa. Því að við flytjum texta, við erum ekki að segja sögu, heldur erum við búin að skrifa textan og flytjum hann. Þannig að þá þurfum við að hafa fleiri. Já, við höfum verið þetta svona 6-7 og bara mjög, ég held að sé bara slegist að fá að koma í hópinn að lesa. Að lesa með okkur. Sko ferlið eiginlega þannig hjá okkur að við þurfum að ákveða hvers konar efni við ætlum að hafa í næstu göngu áður en við sækjum styrk í uppbyggingarsjóð sem hefur styrkt okkur í gegnum árin mjög vel. Og þá eru náttúrulega búin að vera gerjast hugmyndir hjá okkur fram að því hvað við gerum næst
Og síðan komum við svona hvað í febrúar, miðjan febrúar, þá förum við að 3 ára hittast og safna efni. Og það já, mér finnst náttúrulega alltaf, sko, það hefur nú verið fasti liður nema í Skáldagöngunni og Baskagöngunni að vitna í eða segja frá því sem birtist í morgunroðanum. Morgunroðin var handskrifað blað sem að Ungmennafélag Akranes gerði í hvað ætlaði að vera mörg ár? 20 ár. Já, 1907-08 finnst mér svona þeir hafi byrjað. Og það sko gull að fletta því, bæði hvernig. Það sem þetta handskrifað og svo gekk það bara á milli húsa. Nú mátt þú lesa blaðið og þú fer með það til næsta, þú fer með það til hans Jóns og Jón fer með það til Sigga. Og þarna eru alls konar ógleymanlegar greinar gamla tíma hér á Akranesi. Þetta til hérna á Héraðsskjalasafninu, þetta blað. Og það má ekki gleyma heldur, við höfum líka verið stundum með söng, við höfum lokið gönguna því að Hulda Gestsdóttir, hún söng fyrst með okkur. Þannig að og það er bara spurning hvernig það hentar, en hún er alltaf tilbúin, hefur liðsind okkur. Þannig að það er svo margt sem að þarf að hægt að gera. Hvenær er svo næsta ganga? Sko, Akranes kaupstaðaramali, það ekki, á næsta ári. Og hugmyndin kannski að skoða hvað það sem að gerir, hvað það sem skapar þéttbýli. Það til dæmis útgerð og verslun. Þannig að það svo sem verkefnið okkar, það er eftir að koma í ljós hvaða við tökum það. En af því að útgerðin og sjómennska náttúrulega svo stór þáttur í þessu bæjarfélagi, eða var, að þá vorum við svolítið að gæla við sjómannadaginn í þetta skipti, en þá kannski eftir að koma í ljós hvort við höfum göngun á sjómannadaginn eða höldum okkur víska daga eins og við höfum gert. Bara verður allir orðnir voða spenntir, það ekki? Ég orðið mjög spennt allavega. Eru það að reyna að segja sögur sem eru ósagðar eins og til dæmis með konur, kettlingar, að reyna að draga þeirra þátt í samfélaginu fram hérna áður fyrr? Það hefur nú kannski ekki, við hefum nú alltaf ekki, fyrst kannski hugsuðum við þetta sem skáldagöngu, því að önnur gangan okkar var skáldaganga og við fórum að skoða hvaða rithöfundur og skáld eru á Akranesi. Og við vorum sko fljótar að finna efni og fórum í göngu bara svæðið í kringum eiginlega bókasafnið og fengum að lesa til dæmis úr óbirtu handriti eftir Orra sem alin upp á Hjarðarholtinu. Þannig og við ætluðum að halda okkur kannski við það dálítið fyrst. En svo bara sagan svo mikil og þannig að við höfum bara höldum endalaust áfram. Já, það eiginlega spurningin sko að við höfum heldur það sem skemmtilegra reynist. Og við bara, það hefur verið ótrúlega eins og ég var að lýsa það áðan sko, fyrst þegar við vorum að byrja. Hræðslanum það kemur enginn. Og við höfum kannski verið með svona 40-50 manns í fyrsta skipti sem bara, já, vá. Svo var svona aðeins smálægð. En svo allt í einu bara var sprenging og einnig göngunum voru við með 100 manns og eftir okkar arkum bæinn. Hverjir eru það sem eru svo að koma í göngunar hjá ykkur? Það bara allur almenningur velkominn og þetta alls ekki bara fyrir konur, þó að þetta heiti kettlingaganga. Það var allir hjartalega velkomnir. Segir það ekki? Jú, þá kom nefnilega upp ég heyrði það var einhver kallmaður sem hélt að mætti ekki koma með að því þetta væri bara kettlingaganga. En auðvitað eru allir velkomnir og það kostar ekki neitt. Og mér finnst vera kannski að yngjast hópurinn sem að koma. Það koma stálpuð og fullorðin börn, þeirra sem voru með okkur í fyrstu göngunni.